Já, það var þá 1948, þá datt mér þetta í hug að það væri sniðugt að búa til jólatréð. Og það var líka, það var aðdöfðast þannig að ég var, það var strákur úr Hnýsta sem var á Hugrúninni eða eitthvað, ég var kallað Valdi. Og hann var í siglingu og ég bað hann kaupa fyrir mig seríu, jólaseríu. Þá voru þær að sjást sólarljós, litla seríur. Og hann keypti seríu og þegar ég var búinn að fá hana þá sá ég það og náttúrulega notaði hana á eitthvað lítið sem ég átti. En það var ekki framleitt af mér. En þá datt mér í hug að það væri líka best að prufa að fá sér efni og reyna að búa til jólatré. Og það er upp að ég náttúrulega kaupi mér efni sem ég get notað bæði í greinendar og saga þetta allt til. Það ég að gera það niður í verkstæði hjá honum Massilíusi. Ég mátti fara í vélina þar hjá honum og bæði hefill og sög. Og það byrjaði með því að ég fekk tóg í þetta og þá þurfti ég að rekja það upp og lita það. Ég tók benslavýr og rakti hann upp. Það eru margir þræðir í og svo brauti þær svona saman og þræddi svo eftir ég var búinn að lita hampinn. Og þá mátti ég raða þessu bara inn á milli og snerði, var búinn að láta það upp í hérna borvél og festa því svo í sústykki. Og þá gat ég snúið það og það var kjört. Svo klippti ég það bara til og þá var þetta alveg eins og bara grein. Og svo nagla, mjó og fína nagla sem ég byggði í sem ég gat látið svo hlómvega yfir og fest greinarnar við stofninn. Og það tókst það bara mjög sæmilega með þetta fyrsta jólatré hjá mér sem ég náttúrulega notaði svo næstu jól heima í Þörgvöndinni. Og þetta var mjög praktískt að mér fannst. En svona gerast nú hlutirnir.